hér átt að margfalda saman brotin 7/10 sinnum 5/14, nokkuð háar tölur, þannig að þú getur beitt hér aðferð sem að kallast að stytta í kross eða krossstytta og athugar hér, gengur til með 7 upp í 14, já, hún gengur 7 sinnum 2 er 14, sama hér, 5 gengur upp í 10, þannig að byrjum hér og alltaf að stytta í kross ef að tölurnar ganga saman, sem er margfaldun töflunni. Þannig að hérna ertu með þá 7 upp í 14, 7 sinnum 2 eru 14 og 7 sinnum 1 er 7, þannig að þegar það ganga svona saman samkvæmt margfaldun töflunni þá er alltaf lægri talan, eða ganga beint hvor upp í aðra, þá er lægri talan 1 og því 7 sinnum 1 er 7 og svo hér 5 upp í 10, 5 gengur upp í 10 tvisvar sinnum og 5 sinnum 1 er þar af leiðandi 5. Þannig að hérna ertu komin í þá stöðu að þú horfir hér á rauninni þar sem er 9 tölunar, 1 sinni 1 hérna uppi og svo tvisvar sinnum 2 þarna niðri. Þannig að þá ertu komin 1 sinni 1 er 1 og tvisvar sinnum 2 er 4. Þannig að með þessari aðferð að stytta í kross þá færðu fullstytt svar út. Stundum er það ekki alltaf þannig að þetta eftir í fullstytt svar en mjög lágar tölur. Þannig að ég mæli eindregið með því að þú athugir þessa leið að krossstytta þegar komið háar tölur í margföldun og deilingu almennra brota.